Hólahátíð 2017 fer fram föstudag til sunnudags 11. til 13. ágúst og verður hátíðin tileinkuð 500 ára afmæli Marteins Lúthers með áherslu á siðbót í samtíð. Hátíðardagskrá verður sett af Sólveigu Láru Guðmundsdóttur vígslubiskup við Hóladómkirkju á föstudaginn kl. 17. Á dagskrá má helst nefna þátttökugjörninginn Tesur á Hólahátíð sem framfer alla helgina og tónleikhúsið á sunnudeginum. Listakonurnar Guðrún Kristjánsdóttir og Ólöf Nordal munu sjá þátttökugjörninginn Tesur en þar gefst fólki tækifæri til að nota sömu prenttækni og Marteinn Lúther nýtti þegar hann mótmælti kaþólsku kirkjunni og hengdi sína 95 tesur upp. Á Hólahátíð fólk hvatt til þess að koma sínum hugmyndum betri kirkju til skila. Á laugardagsmorgni kl. 9 verður lagt af stað í 4. árlegu pílagrímsgöngu frá Gröf á Höfðaströnd og gengið eftir Hallgrímsveginum að Hóladómkirkju þar sem framfer endurnýjun skírnarinnar og altarisganga. Laugardagskvöldið einkennist af þýskum matargerðarhefðum en þá mun matreiðslumeistarinn Þórir Erlingsson útbúa veisluborð í anda þeirra matargerðar sem var á tíma Marteins Lúthers í Þýskalandi, hægeldað yfir opnum eldi. Á sunnudeginum hefst dagskráin með tónleikhúsinu en þar mun leikkonan Steinunn Jóhannesdóttir ásamt einsöngvurum rekja sögu siðbótarkvennanna Elísabetar Krúsiger og Halldóru Guðbrandsdóttur með aðstoð Reykjavík Baroque. Verið velkomin á Hólahátíð 2017.